Komiði sæl. Fjórðu umferð Landsbankadeildar karla lauk í kvöld með 2 leikjum. Í Kópavogi fengu nýliðar Breiðabliks Grindvíkinga í heimsókn og hefjum leikinn þar. Nýliðar Breiðabliks unnu 2 fyrstu leiki sína í deildinni en þeim var síðan kippt snarlega niður á jörðina í síðasta leik sínum þegar þeir steinlágu fyrir Víkingum 4-1. Grindvíkingar sem gerðu jafntefli við nágranna sína Keflvíkinga í síðustu umferð byrjuðu hins vegar mun betur í kvöld og hér er það Óli Stefán Flóventsson sem fylgir eftir. Hjörvar Hafliðason, markvörður Blika, missi boltan klaufulega frá sér og Óli Stefán nær að skora. Og hér er það Sýnisa Kekill sem lék í fremstu víglínu ásamt Jóni Þórhallssyni í kvöld, leggur boltan út á Óskar Hauksson og hann skýtur framhjá. Miðjan fyrir hálfleikinn tekur síðan Stíkró Hóland aukaspyrnu en rétt yfir mark Grindvíkinga sem voru miklu betri í fyrri hálfleiknum og áttu nánast leikinn. Og hér Sýnisa Kekill tekur boltan niður og þruma framhjá. Glæsileg tilþrif og Hóland með langt innkast og hér er dæmd vítaspyrna á Grindvíkinga. Já, Óðinn Árnason fyrirliði Grindvíkinga brýtur hér af sér innan vítateigs og Einar Örn Danielsson dómari dæmir umsvifalaust vítaspyrnu. Og það er Marel Baldvinsson sem tekur hana og skorar af öryggi framhjá Colin Stewart, markverði Grindvíkinga. En Stewart sýndi fín tilþrif í markinu hjá þeim í kvöld. Réði þó ekki við þetta skot Marels og hér er Marel aftur á ferðinni. En sendingu fyrir markið og glæsilegu skalli Magnús Páll Gunnarsson með hann en framhjá. Og þá Sýnisa Kekill með sendingu hér inn á teiginn og hér Jóhann Þórhallsson fellur við og vill fá dæmt víti en fær ekki. Sjáum hér aftur. Já, það er næstuði eins og Guðmann Þórisson kippið aðeins í hann en ekkert dæmt og staðan 1-0 í leikliði. Í seinni hálfleik voru Blikar miklu mun betri en í þeim fyrri og hér á Hóland þrumuskot sem Colin Stewart ver. Og Hóland á með langt innkast og Marel með skot en sjáið þið markvörsluna hjá Stewart. Já, glæsilega gert og enn sækja Blikar. Namibíumaðurinn Oliver Risser sem er reyndar með þýstríkisfang gefur boltan hér út og hér er dæmt aukaspyrna á Grindvíkinga. En sjáu, brotið er innan teigs og Hóland tekur aukaspyrnuna. Ray Anthony Johnson lyftir höndinu upp og fær boltan í hana og það er umsvifalaust dæmt vítaspyrna, önnu vítaspyrna sem Blikar fá og aftur er það Marel Baldvinsson. Og kemur Blikum í 2-1. En hárréttur dómur þarna augljóst að Ray stöðvaði boltan með hendinni. Eftir þetta dró heldur að Grindvíkingum allt þar til 10 mínútur voru til leiksloka. Þá tekur Óskar Örn Hauksson þennan sprett. Sjáðu þið hér, leikur á hvern Blikana fætur öðrum, fær boltan aftur frá Sýnisa Kekill og skora með þessu glæsilega skoti og jafnar í 2-2. Frábært mark og stórkostlegur aðdragandi. Fær hann að hælsendinguna frá Sýnisa Kekill og skotið er óstöðandi. Og skömmu síðar Ray Jónsson með innkastið á Sýnisa Kekill. Hann leggur boltan hér inn á teiginn og það er Óskar Örn sem fær hann hér aftur. Leggur fyrir sig boltan og smellir honum í stöngin og inn. Örskammt til leiksloka og staðan er orðin 3-2 fyrir Grindvíkinga. Og Óskar með 2 mörk hér á aðeins 4 mínútum og 2 þetta líka glæsileg mörk. Eftir þetta lögðu Blikar allt í sölunar til þess að jafna og hér eru þeir ekki langt frá því en frábær vörn þarna hjá Grindvíkingum. Og þá Hóland með innkast, Sýnisa Kekill skalla frá og Munir Andur sem kom inn á sem varamaður tekur hér á sprett upp völlinn. Stingur varnarmenn Blika af og kom inn í færi en skýtur í liðanettið og lokar staðan 3-2 fyrir Grindvíkinga og Óskar Örn Hauksson var bjargvættur þeirra. Já, hann kom, ég var nú bara alveg orðin, sko, það er náttúrulega spurninga, það var kannski eins gott að ég var búið með alla skiptingarnar, annars sko eins og Óskar var að spila, þá náttúrulega var hann bara næstur í röðinni, alveg á reynu, en svona hefur maður heppið stundum í þessu fótbolta. Hann vaknaði til lífsins, hann var smá lífsmark með honum, hann var búinn að vera í draumalandinu í 80 mínútur, undir seng bara á koddanum, þannig að þetta var bara nokkuð gott. Og þá bregðum við okkur yfir á Laugardalsvöllinn þar sem bikarmeistara Vals tók á móti Skagamönnum.
Fyrir leikinn í Laugardalnum í kvöld höfðu Valsmenn aðeins unnið 1 leik af 3, en Skagamenn voru enn verr staddir án stiga eftir 3 fyrstu umferðirnar og hér sækja Valsmenn og glæsileg sending hér frá Guðmundi Benediktssyni inn á Garðar Gunnlaugsson sem skoraði mitt 2 mörk í síðasta leik Valsmanna á útivelli gegn IBF en skalli hans vel varinn. Og aftur sækja Valsmenn og Garðar Gunnlaugsson. Leggur boltan hér yfir á hægri fót og sjáu þið glæsilegt skot sem rétt fleiti kellingar af Þörsláni. Já, Valsmenn mun betri hér í upphafi og enn sækja þeir Garðar Gunnlaugsson. Leggur boltan hér á Guðmund Benediktsson og þetta sjaldgæf sjón. Klaufaskapur hjá Guðmundi með boltan. Já, þarna hefði hann átt að gera betur með galopið marki fyrir framan sig. En hitt ekki boltan. Þá sækja Skagamenn. Og Þórður Guðjónsson fær boltan hér fyrir utan teig með skot af varnarmanni og Kjartan Sturluson grípur boltan örugglega. Og Skagamenn vinna boltan hér á eigin vallarhelmingi og byggja upp sókn. Það Dín Martin og sendingi fram og Igor Pesic komin einn inn fyrir vörn Valsmanna. Leikur á Kjartan og skora við ekki laglega gert. En þarna klikkaði vörn Valsmanna illilega. Sjáum við sendinguna frá Dín Martin, framvöllin. Og þetta laglega gert hjá Pesic. Skagamenn komnir yfir. En þá Guðmundur Benediktsson með hotspinnu. Tekur hann að stutt. Sigurbjörn Hreiðarsson, fyrirliði Valsmanna með sendingu hér yfir á fjarstöngina. Og já, hérna. Bjarki Freyr Guðmundsson ver þetta með tilþrifum. En þarna höfðu Skagamenn svo sannarlega heppnina með sér. Og enn sækja Valsmenn. Steinþór Gíslason með sendingu fyrir markið og aftur ver Bjarki Freyr frábærlega. Nú frá Garðari Gunnlaugsinni sem var gömlu félögum sínum að Skaganum erfiður í kvöld. Og hér Sigurbjörn. Bjarni Guðjóns kemur út á mót honum. Sigurbjörn leggur boltan tilbaka á Guðmund Benediktsson og hann með þrumuskot. Og Bjarki ver með tilþrifum. Falleg sókn og glæsileg markvarsla. En þá komin í síðara hálfleikinn. Og enn sækja Valsmenn. Guðmundur Benediktsson leggur boltan hér út. Og þetta frábært mark. Fyrirliðinn Sigurbjörn Hreiðarsson. Sjáu þið hér. Nettur þríhyrningur við Guðmund Benediktsson. Og síðan leggur hann boltan út við stöngina. Óverandi fyrir Bjarka Frey. Og jafnar í 1-1. Og enn sækja Valsmenn. Og Garðar Gunnlaugsson komin einn hér inn fyrir. En Bjarki bjargar Skagamönnum enn og aftur. Átti stórfínan leik í marki Skagamanna. Og þá koma Valsmenn. Baldur Aðarsteinsson með sendingu inn fyrir og Garðar Gunnlaugsson og aftur ver Bjarki Freyr. Ja, nánast orðið einvígi þeirra á milli leikurinn og sjáu þið þessi tilþrif. Guðmundur Benediktsson með stórskemmtilega sendingu. Og boltinn fyrir markið á Garðar Gunnlaugsson og nú skorar hann loksins og kemur Valsmönnum yfir. Glæsileg sókn hjá Valsmönnum og uppskeran eftir því. Og lokastaðan 2-0 fyrir Val sem búið að vinna 2 síðustu leiki sína en Skagamenn enn neðstir án stiga. Í gærkvöld fóru fram 3 leikir og við hefjum leikinn í Keflavík þar sem KR-ingar voru í heimsókn en þeir hafa löngum fiskað heldur illa þar. KR-ingum hefur oft gengið illa í Keflavík og sama sagan var upp á teinunum í gærkvöld. Fyrsta mark leiksins kom strax á 3. mínútu þegar Magnús Sverrir Þorsteinsson skoraði fyrir Keflvíkinga með þessu laglega skoti. Fær hér fína sendingu inn á teiginn og stýrir boltanum í bláhorni fram hjá Kristjáni Finnbogasyni markverði KR-inga. Staðan orðin 1-0. En hér eru það KR-ingar sem að sækja og eru komnir inn í vítateig. Laglegt spil og gott færi en Keflvíkingar ná að bjarga á síðustu stundu. Það var Sigmundur Kristjánsson sem var komið þarna í gott færi. En þá kom það Keflvíkingum laglegt spil hjá þeim en knötturinn rétt yfir mark KR-inga. Staðan 1-0 í hálfleik og í upphafi síðara hálfleiks bættu Keflvíkingar við öðru marki. Hér best knötturinn til Daniels Severino sem skorar annað mark Keflvíkinga og kemur Keflvíkingum með þessu marki í 2-0. Á KR-ingar ná ekki að koma boltanum í burtu og
Severino kemur þessu góða skoti í blá hornið og staðan því 2-0 fyrir Keflavík. Góð byrjun hjá Keflvíkingum í síðari hálfleik, en hér munar minnstu að KR-ingum takist að minnka muninn. En það gekk ekki, en hins vegar voru það Keflvíkingar sem bættu við þriðja markinu á 81. mínútu. Þar var að verki Símon Æler Samuelsson, Færeyingurinn í liði Keflvíkinga. Staðan 3-0 og Keflvíkingar í góðri stöðu. Við sjáum að Gunnlaugur Jónsson er ekki að koma boltanum í burtu. Spyrnar honum þarna undir þagnetið. En hér brjóta Keflvíkingar sókn KR-inga á bakaftur. Guðmundur Steinarsson, laglegt spil hjá þeim Keflvíkingum. Og Símon Samuelsson kominn í dauðafæri, en Kristján Finnbogason ver meistaralega í markinu og kemur í veg fyrir að Keflvíkingar bæti við. En úrslitin 3-0 fyrir Keflavík, góður sigur hjá Suðurnesjamönnum. Það var ólíkt gengi Vestmannaeyinga og Víkinga í síðustu umferð. Eyjamenn töpuðu 3-0 fyrir Val og Víkingar unnu góðan sigur á Breiðabliki 4-1. Í leiknum í gær það voru það Víkingar sem skoruðu strax á 3. mínútu leiksins. Viktor Bjarki Arnarsson sem hefur átt frábæra leiki að undanförnu var það réttum maður á réttum stað, fekk fína sendingu inn fyrir, sá hann að skallaði inn fyrir og Viktor Bjarki leggur boltan skemmtilega netti fram hjá Hrafni Davíðssyni markverði Eyjamanna og staðan orðin 1-0 eins og áður sagði eftir réttum 3 mínútna leik. Víkingar voru ákveðnari í fyrri hálfleiknum og hér er Viktor Bjarki aftur á ferðinni og með einn af sínum þekktu sprettum skot, en af varnarmanni fer boltinn í horn. Annars var ekki mikið opin marktækifæri í leiknum. Eyjamenn fá þó eitt gott hér. Atli Jóhannsson með fallega sendingu inn á tegin, en vel varið hjá Ingvar Þór Kale markverði Víkinga. En þetta var hættulegasta færi Eyjamanna í fyrri hálfleiknum. Hér eru það svo Víkingar sem sækja á Viktor Bjarki á hörkuspretti og hvað gerir hann? Hann er skoti á markið, boltinn rekkur út til Arnars Jóns Sigurgeirssonar og hann á skot og enn fer boltinn í varnarmann. Mikill darratans í tegnum og frábær markvarsla hjá Hrafni markverði Eyjamanna, en staðan í hálfleik var 1-0 Víkingum í vil. Í síðari hálfleik eru það enn Víkingar sem sækja Viktor Bjarki með hörkuskot og í stöngina. Frábært skoti, hafði ekki hefnina með sér þarna. Víkingar halda sóknina áfram, en hún rennur að lokum út í sandinn, skotið frá Viktor Bjarka yfir markið. En Eyjamenn, þeir sóttu á eftir því sem að leið á síðara hálfleikinn og áttu ágætis tilraunir til þess að koma sér í færi. Náðu þó aldrei að ógna marki Víkinga neinu ráði og Víkingar sigruðu með 1 marki gegn engu. Annar sigur þeirra í rauði deildinni, en Eyjamenn hafa einungis unnið 1 leik og það var í fyrstu umferð. Leikur Fylkis og Íslandsmeistar FH var innan við mínútu gamall þegar dró til tíðinda. Atli Viðar Björnsson var þá felldur innan vítateigs og Tryggvi Guðmundsson kom meistarunum yfir með marki úr vítaspyrnunni. Glæsilega gert hjá Tryggva, en hér sækja Fylkismenn og það er Kristján Kristjansen sem á skot rétt framhjá eftir sendingu frá Sævari Þór. En miðjan fyrir hálfleikinn komust FH-ingar í 2-0. Það er Ármann Smári Björnsson sem skora með þessum glæsilega skalla eftir hornspyrnu frá Sigurvin Ólafssyni. Annað markið hans Ármanns Smára í sumar. Og þá sækja Fylkismenn, Sævar Þór með sendingu fyrir markið og Daði Lárusson markvörður FH-inga missi boltan klaufalega frá sér og Kristján Kristjansen nær honum og skorar. Sjáum hér klaufaskapur hjá Daða og Kristján Kristjansen nær að nýta sér þetta og minnkar muninn. Og þó að heimamenn hafi fengið algjört dauðafæri skömmu síðar tókst þeim ekki að skora og lokastaðan var 2-1 FH-ingum í vil. Og þá skulum við líta aðeins á stöðuna í deildinni eftir 4 umferðir og sjáum það að FH-ingar Íslandsmeistararnir eru þegar búin að stinga þeirra 5 stiga fórustöru með fullt hús stiga eða 12 stig hafa skorað 9 mörk fengið á sig 2. Keflvíkingar og Grindvíkingar koma næstir, Suðurnesjamenn með 7 stig, síðan eru Valur, Víkingur, Fylkir, Breiðablik og KR öll með 6 stig, Eyjamenn næstnæstir með 3 stig og Skagamenn sitja á botninum án stiga. Og á morgun þriðjudag verður 3. umferðin leikinn í Landsbankadeild kvenna og við munum sýna úr þeim leikjum í íþróttakvöldi á miðvikudag. En við segjum þessu lokið í kvöld. Takk fyrir, verið sæl.